Þá tekur að lokum til máls öðru sinni hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Já, virðulegi forseti, mér finnst nú hálfdapurlegt að hlusta á það hvað hér hefur hlakkað í íhaldinu við það að Hæstiréttur hefur ógilt kosningu til stjórnlagaþings. Það var ekki annað að heyra. Og það er líka alveg ljóst að stjórnlagaþing hefur alltaf verið eitur í beinum íhaldsmanna. Og mér finnst það líka dapurlegt að hér sé talað tilraunastarfsemi með stjórnarskrána. Hvers vegna var stjórnlagaþing sett á laggirnar? Já, hvers vegna var það sett á laggirnar? Var það ekki vegna þess að þingið hefur gefist upp á að breyta stjórnarskránni? Þingið hefur áratugum saman, oft með íhaldi í broddi fylkingar, því það hefur verið allt og lengi hér við stjórnvölinn, hefur gefist upp á að breyta stjórnarskránni. Og þetta voru helstu lýðræðisumbætur sem fólki kallaði á eftir hrun. Það var stjórnlagaþing. Og það var íhaldi sem kom í veg fyrir það. Í minnihlutastjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar að hér var komið á stjórnlagaþingi sem var bindandi. Reynum að muna það. Og það er alveg ljóst að áratuga barátta við að breyta stjórnarskránni, það var tilraunastarfsemi sem ekki tókst. Og ég verð að segja það að við getum ekki gefið fólkinu og þjóðinni langt nef með því að hætta við að hafa stjórnlagaþing. Og ég skora á þá hér inni sem vilja hafa stjórnlagaþingið og koma því á að sameinast það að finna leiðir til þess að stjórnlagaþingið verði ekki tekið af þjóðinni. Það er það sem þjóðin er að kalla eftir. Og það er auðvitað fráleitt, eins og hér er verið að reyna að halda fram að vísa málinu og ábyrgð á því á hendur forsætisráðherra og ríkisstjórn eins og stjórnarandstaðan er að reyna að gera. Við vitum það, ef þið lesið niðurstöðu dómstólanna, að það liggur fyrir að athugasemdir Hæstaréttar lúta ekki að upphaflegu frumvarpi ríkisstjórnarinnar, heldur fyrst og fremst að framkvæmdinni, og það er einungis eitt atriði sem á rætur að rekja til ákvæða laganna um stjórnlagaþing og það kom inn í lögin að ósk landstjórnar. Og þeir sem hér gagnrýna framkvæmdina, áttu þeir ekki líka sæti í þeirri nefnd sem að fjallaði um stjórnlagaþingið? Jú, víst áttu þeir sæti þar. Og bentu þeir á þessa ágalla sem nú hafa komið fram hjá dómstólunum, bentu þeir á þá alla. Hvers vegna voru þeir þá ekki lagfærðir? Og ég segi það síðasta sem við eigum að gera er að gefast upp við þetta stóra lýðræðismál sem þjóðin er að kalla eftir. Og ég skora á þingmenn að koma sér saman. Ég veit að íhaldið er órólegt hérna því þeir vilja ekki stjórnlagaþing. Þeir eru skítræddir það að þá verði komin ákvæði sem að þjóðin hefur lengi kallað eftir og barist fyrir, sem er að auðlindirnar verði í þjóðareign. Og mörg fleiri atriði sem þjóðin hefur verið að kalla eftir sem ekki hefur komist á vegna andstöðu íhaldsins. Það er staðreyndin sem við stöndum frammi fyrir. Og ég bið íhaldið að manna sig hér uppi með hluta stjórnarandstöðunnar og á stjórnarliðanu að færa þjóðinni það stjórnlagaþing sem hún hefur kallað eftir í marga mánuði. Gefumst ekki upp við það verk. Setjumst yfir það að finna lausn á þessu vandamáli sem hér er komið upp. Þá er umræðu skýrslu forsætisráðherra lokið. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundinum er slitið.